Undanfarin ár höfum við ferðast vítt og breitt Norðurland og kynnst framtakssömu fólki í öllum sveitafélögum og upplifa þannig allt það besta sem hver staður hefur upp á að bjóða. Í sumar horfum við öxl og gefum ykkur uppskriftir af góðum degi á Norðurlandi. Hér uppskrift að góðum degi í Húnaþingi vestra. Húnaþing vestra sveitafélag við Húnaflóa á Norðvesturlandi. Íbúar sveitafélagsins 1200 talsins og helmingur þeirra býr á Hvammstanga, helsta þéttbýliskjarna svæðisins. Þeir sem heimsækja Hvammstanga taka sennilega fyrst eftir steinafólkinu sem orðið eins konar tákn bæjarins. Anna Ágústsdóttir listakonan á bakvið steinafólkið. Þau voru settur upp 2005. Og í upphafi áttu þetta bara að vera þessi einu hjón, þannig framfrá. En svo vildi sveitarstjórinn fá meira fólk. Og þá var farið að setja þetta á sýslumerkin og reyndar hérna á staðinum líka nokkur kvikindi. Þannig að þú búin að dreifa þessum steinaköllum þínum vítt og breitt sýsluna? Já. En voru einhverjar fyrirmyndir að fyrstu hjónunum? Þetta einhverjir hérna úr sveitinni? Nei, það held ég ekki. Þetta bara svona eitthvað út í loftið. Anna hógværðin uppmáluð og finnst óþægilegt að verið sé að eigna henni þessa stóru steinakarla þar sem hún hafi í raun og veru bara sett á þá málingu en sveitafélagið hafi fundið steinana og komið þeim fyrir á réttum stöðum. Eitt þó víst að steinafólkið hefur fengið mikla athygli, sérstaklega frá ferðamönnum. Þeim finnst þetta mjög skemmtilegt og það mikið gert að því að mynda hjónin hérna fram á Holti. Maður sér það oft þegar maður fer hérna hjá að það verið að mynda þau. Fólk stoppar sérstaklega til þess? Já, stoppar sérstaklega til þess. Það 40 ár síðan Anna byrjaði á þessari iðju að mála á steina og fígúrurnar sem orðið hafa til í hennar höndum því orðnar ansi margar en sjá má brot af þeim í hennar eigin garði. Hún segist vera lítið fyrir klassíska handavinnu á borð við prjónaskap, grjótið heillar hana meira. Ég hef alltaf haft mikla ágjönd á grjóti og steinum og mér langaði til að gera eitthvað kanni mínu. Og hvar nærði í þetta grjót? Ég næði því hérna bara niður í fjöru sumt af því og sumt út á Vatnsnesi. Aðalega þar sem ég náði steina. Og þarf þetta að vera einhverjir sérstakir steinar? Eða? Já, það þarf að vera eitthvað sérstakt. Nei, þetta allavega steinar. En þú fer sjálf og velur það sem vantar? Já, ég verð helst að gera það sjálf. Fæ einhvern góðan með mér til að keyra þetta heim með mér. En hvað svona heillandi við þennan efni við steinana? Veistu, ég veit það ekki. Mér finnst þetta bara rosalega heillandi. Gott að fást við þetta og svona. Handleika þetta? Já. Það finnst mér. Þú sjálf af Vatnsnesinu? Já. Þannig að þú berð sterkar taugar til fjörunnar og... Já, sjálfsagt ger ég það. Anna hefur verið að selja steinafólk sitt í galleri Bardúsa á Hvammstanga. Hún reyndar hætt að búa til stórar steinafígúrur til utandis brúks en einbeiti sér þess í stað að smærri hlutum. Það nú ekki nema svona 4-5 ár síðan ég hætt að búa til svona eins og hérna út í garðinum. Kalla á kellingar. Og ég ætlaði að hætta alfarið, því mér finnst þetta verið að koma nóg. En þá allt í langaði minnst að það var að búti jólasveina og byrjaði aftur. Já, þú með fullt af jólasveinum hérna uppi hilli hjá þér. Já. Það erfitt einhvern veginn að slíta sér frá brotinu? Já, einmitt. Þannig að þetta mun fylgja þér áfram? Jú, svo það. Í Húnaþingi vestra má víða finna hæfileikaríkt handverksfólk. Þar rík handverkshefð eins og sjá má í galleríinu og verslunarminjasafninu Bardúsu. Þar má finna fjölbreytt úrval húnversks handverks og tilvalið fyrir ferðamenn jafnt sem heimamenn að líta þar við. Það sirka, 20 ár síðan þá fengum við þetta hús,
til afnota frá Meleri sem hérna á hliðina og þetta var pakkhús og kom hingað í kringum 1910 og þá var fengum við þetta til að basically búa til svona verslunarminjasafn og þar auki fengum við muni sem hérna fyrir innan af frá verslun Sigurðar Davíðssonar og sonur hans var búinn að vera með dótið hans í bílskúrnum hjá sér í 25 ár og geymdi það bara rosa vel. Þannig að var tilgangurinn sá að koma þessu safni einhvers staðar til? Já, ég held það sko, að ég held að ég sé ekki farið með neina vitleysu í því, en svo náttúrulega þegar þetta var stofnað, verslunarminjasafnið, þá var 100 ára verslunarafmæli Hvammstanga og já, þú veist, það var 1995 og þá var þetta bara fullt af sjálfboðaliðum sem að rúntuðu öllu hérna út sem var á loftinu og alls konar stóti og fengu þar af leiðandi fullt af munum frá einstaklingum og fyrirtækjum á svæðinu til að sýna og það var alltaf handverksgalleri sem hét Galleri Bartósa annar staðar og það var hérna hliðin á bankanum sem bankin núna og þá var þetta sameinað og það náttúrulega alveg ari grúa af flottu handverksfólki á svæðinu og það sem þetta hefur svona sérstöðu að þetta mætti segja 98–99% lokal fólk hérðan af svæðinu. Já, sem að selja varning hér, já, handverk og hönnun og... Hvað eru það margir svona? Sko, á skrá hjá mér eru 194 en handverksaðilar en það ekki allir með vöru í sölu núna en hafa verið í gegnum tíðina. Þannig að það ansi mikið flottu og góðu handverksfólki hérna. Já, og greinilega löng hefð þá fyrir. Já. Og svo þegar maður búinn að fara í gegnum galleri þá getur maður farið í gamla verslunarminjasafnið. Já, það hérna fyrir innan. Þegar þú kemur inn í búðina eða inn í pakkhúsið þá blasir gallerið við og svo ferðu inn og þar höfum við að geyma bæði krambúð Sigurðar Davíðssonar og uppi verslunarminjasafnið sjálft og það bara vörur sem við höfum fengið frá fyrirtækjum og einstaklingum í gegnum árin hérna á svæðinu, mestmegnis og svo uppi líka hús sem Ólafur Egill gerði, líkan af gömlum húsum sem stóðu hérna uppi og mikið af þeim eða flest held ég bara, búið að rífa nema kirkjuna, Hvammstangakirkju og þinghúsið sem var statt á planinu fyrir aftan kaupfélagið, þar var búð Sigurðar Davíðssonar. Er opið hérna allt árið? Nei, það hefur ekki verið það, en það náttúrulega draumur minn að geta allavega haft opið þá helgar og að vetrinum. Að vetrinum, já. Ég hef alveg opið langt fram í september og það var allavega í fyrra og núna hefur ferðamaðurinn aukist töluvert frá því í fyrra. Þannig að vonandi getum við bara haft opið eins lengi og ég hef starfskraft og bara svo náttúrulega bara númerið mitt á glugganum og þá bara þetta hringi í mig. Húnaþing vestra vinsæll viðkomustaður ferðamanna enda margar náttúruperlur á svæðinu. Það sem dregur flesta ferðamenn til Húnaþings vestra þó vafalaust selirnir en á fáum stöðum á landinu gefst fólki jafn gott tækifæri til að sjá seli í sínu náttúrulega umhverfi. Selasiglingar góður kostur fyrir þá sem vilja komast nálægt þessum fallegu dýrum. Já, okkur fannst alveg tilvalið, selirnir hérna í firðinni hjá okkur. Þá fannst okkur alveg tilvalið að leyfa fólki að njóta eða fá að sjá hvað við höfum upp á bjóða. Og ég held í fram að það sé hvergi betra að fara að sjá seli heldur en að fara á sjó og skoða það. Því að við komumst mjög nálægt. Við sem sagt byrjum hér á höfninni á Hvammstanga og förum borð og tökum svo strikið hérna þvert yfir fjörðinn og erum svo að dúla okkur þar meðfram ströndinni í svona 3 korter eitthvað svoleiðis og við erum með nokkra selaskoðunarstaði. Þetta misjafnt, í misjafnt hvað maður sér í hverju ferð, það aldrei eins. Við til dæmis núna áðan vorum að
horfa á 2 hnísur sem var að elta okkur hérna inn úr meðfram selunum. Þannig að það ekki bara selir í Húnaflóa? Nei, það allt mögulegt og við erum búin að vera svo heppnir að hafa haförn hérna hinum megin líka annarslegið og mikið fuglalíf. Lundin lætur alltaf sjá sig á og til og heimbrimi sem ekkert allstaðar. Það ýmislegt að sjá. Þetta í raun og veru bara að fara og skoða náttúruna? Algjörlega, eins og hún Og það konseptið í raun og veru. Að sýna fólki náttúruna í Miðfirði. Þetta verður allt rosalega upplifun náttúruskoðun fyrir fólk sem ég aldrei séð svona landslag sko. Það vantar náttúrulega alveg hérna trén og allt þetta og þetta rosalegt útsýni allt saman með þessu. Þannig að þú heyrir oft þetta, wow! Já, það einmitt, bara hefur aldrei séð svona land áður sko. Og maður fyrir svolítið að sjá kannski lífið í öðru ljósi þegar maður búin að vera hérna allt sitt líf og kannski maður náttúrulega farið út sjálfur eitthvað en þetta rosalega upplifun fyrir fólk sem aldrei séð svona. Og bara koma hingað á Hvammstanga og skella sér í selaskoðun og þetta getur orðið allt í einum pakka. Þetta meira þess að orðið hvalaskoðun stundum sko. Þurfum að skipta stundum yfir í það sko þegar eitthvað að vera sko. Svona náttúran. Já, við vorum mjög heppnir síðastliðinn föstudag, þá vorum við með rútu frá Guðmundi Jónassyni. Vorum 2 ferðir og vorum það var bara bónus, það voru 3 hnúfubakar að veltast hérna þá. Toppaði ferðina hjá þeim hóp. Það alltaf góður bónus. En svona að lokum, hvað það í fari sela sem að heillar ykkur? Þeir svo líkir okkur. Þeir hérna, ef það sólskín og gott viður, þá haga þeir sér almenns á við og leggjast í sólbað og gera ekki neitt. Þegar það leiðinda veður eða rigning eða eitthvað svoleiðis, þá fara þeir niður í sjóinn, þá förum við inn og þetta margt ótrúlega líkt. Í Selasetrinu á Hvammstanga eru stundaðar rannsóknir en þar einnig rekin fræðslumiðstöð fyrir almenning og ferðamenn líffræði og hegðun sela við Ísland. Þar má einnig sjá glæsilega selasýningu. Sýningin sem við höldum hérna úti orðin svona partur af þessum fasta rúndi þeirra sem á annað borð hafa áhuga á sýningum á landinu. Þannig að við fáum hérna mjög marga gesti á hverju ári og núna á þessu ári komu á sýninguna yfir 10.000 manns. Og það alltaf að aukast ár frá ári og við höfum stór plönum að stækka hana og voru nýverið að fá styrk úr vaxtarsamningi Norðurlands vestra til þess að vinna hugmyndavinnuna og hönnunavinnuna hvað það varðar. En það alveg rétt, við erum svo miklu meira heldur en bara þessi sýning því að hér starfa sérfræðingar og vinna mjög metnaðarfullt rannsóknarstarf. Sandra Grankvist líffræðingur stýrir líffræðirannsóknunum og Dr. Leah Burns stýrir ferðamálarannsóknum en hún líka deildarstjóri ferðamáladeildarinnar á Háskólanum á Hólum. Þannig að það hérna einvala lið í þeim hluta líka. Sandra, segðu okkur aðeins frá þeim rannsóknum sem eru í gangi hérna hjá okkur núna. Við erum reynda með margar rannsóknir í gangi. Við erum til dæmis með stóra rannsóknar sem við erum að skoða áhrif sela á laxfiska og laxveiði og erum þar í samstarfi við Stokkhólmsháskóli og Náttúrugripasafn út í Stokkhólmi líka. Og svo, já, þá erum við að skoða bæði hvað hafa étið og svona og hlutfall á laxfiska í fæðunni. Með mismunandi aðferðum meðal annars erum við að skoða DNA og hvað fiskum sem við finnum í selaskíknum og bein frá hvaða tegundir sem við finnum bein og kvarnir og svoleiðis. Og svo höfum við líka verið mikið að skoða stöðar samsætur, stable isotope, sem líka aðferð til að mæla hvað selurinn hafi étið. Af því það náttúrulega ekki hægt að sjá hvað hann að borða eða éta. En síðan erum við líka með stórt verkefni þar sem við erum að athuga með áhrif ferðamennsku á seli. Vegna þess að það líka náttúrulega rosalega mikið selskoðun hérna, bæði úr bát og af landi. Og vorum bara frekar nýbúin að birta vísindagrein í erlendu tímariti það. Svo við getum sýnt að selurinn verður svona fyrir smá áhrif. Þannig að það mikilvægt að stjórna því sem sagt hvernig ferðamenn koma að selnum og svoleiðis, til dæmis með svona hegðunarreglur og við höfum verið að setja upp það líka. Síðan erum við líka að standa fyrir stofnstærðarmat á útsel og landsel. Og núna erum við sem sagt í ár að gera tilraun með svona ómanna loftfar eða dróna. Sem flýgur yfir selin og tekur myndir og líka vídeó og síðan teljum við út frá þeim myndum hvað við sjáum marga seli og þá á mismunandi stöðum.
En fáið ekki jafnvel hvað áreiðanlegri talningar með því að nota svona loftför? Sko, venjulega höfum við verið að fljúga yfir með svona litlum Cessna flugvél. Það er rosalega dýrt. Þannig að aðalega þá var pælingi með þessu hvort það verið hægt að spara pening og kannski jafnvel samnýta þetta og telja kannski sumsvæði með dróna eða ekki og sumsvæði með flugvél eins og höfum verið að gera. Niðurstaðan okkar, við erum reyndar ekki búin að telja alveg úr allir myndum ennþá, við erum að vinna í því og gefum svo út skýrslu þetta. En niðurstaðan er líklega svo að sumstaða borgar sér að fljúga með flugvél, telja, en sumstaða má alveg nota svona dróna og telja út frá myndum í staðinn. Þannig að ég held að besta leiðin er svona samnýtast tvær aðferðir. Við ætlum okkur að stækka sýninguna umtalsvert og víkka út það sem við höfum hér til sýnis. Við eigum gríðarlega mikið af efni og okkar sérfræðingar hafa í gegnum tíðina sankað að sér heilmikið af efni sem tengist sel, bæði vistfræðans, líffræði og líka ekki síst menningarlegu gildi selsins fyrir okkur Íslendinga því að það er náttúrulega gríðarlega mikið. Þannig að við getum stækkað sýninguna mjög mikið og ætlum okkur að gera það á næstu árum og líka að fegra umhverfið í kringum húsnæði Selasetursins því að það hefur gríðarlega mikið aðdráttarafl fyrir ferðamannin og tengja betur saman þessa þjónustu aðeila fyrir ferðamannin hérna á hafnarsvæðinu á Hvammstanga sem er það svæði sem að flestir stoppa á. Þannig að við höfum mikil og metnaðarfull plön sem að verður bara mjög spennandi að hrinda úr vör í kjölfar þessarar hugmyndavinnu sem er að fara í gang núna í tengslum við styrkin úr vaxtarsamningnum. Selir eru þó ekki einu dýrin sem finna má í Húnaþingi vestra. Á stóru Ásgeirsá í Víðidal búa þau Magnús og Rannveig og auk hefbundins búskapar sinna þau hrossarækt, reka hestaleigu og það nýjasta er flottur húsdýragarður en heimsókn þangað kætir jafnt börn sem fullorðna. Við vorum með bara, já. En náttúrulega var hefbundi bara búskapar og er enn, já, sauðfén og hrossin. Það er náttúrulega komið kanínur og endur og hænur og geiturnar og svo tófurlingur og svín og... Er svín á bænum? Grís sem við fengum í afmælisgjöf. Hver er svona frumlegur að gefa okkur grís? Það eru þetta skaffinningar, sko. Ég fekk 2 svín, sko. Eitt á fæti, sko, í afmælisveislunni og svo annað á pappír. Það voru húnvetningar. Það voru húnvetningar sem eru ekki alveg að standa sig og eru ekki ennþá búin að koma með svínið en ég fer að senda handrukkar á það. Það er bara svoleiðis. Og hér eru kálfar líka sig. Já, kálfar og svo fólöld. Kálfar og fólöld og hestar og, hundar. Hundur og kettir, ætla ég að segja. Þannig að það er alveg ótrúlega mikið úrval og í sínu rétta umhverfi. Já, og heimalingarnir eru hérna og svo Svinka, hún eldimann, þetta er örugglega skynsamlegasti ef þetta væri hundur og skynsamlegasti hundurinn í Vestur-Húnavatnssýslu. Það gegnir manni og eldimann og sem maður var að klippa inn í hús, eða þegar ég var að ríja, sko, þá var þetta að hjálpa mann að sækja kindurnar og kindurnar hafa aldrei verið svona hliðið svona strax, sko. En fyrir þá sem ekki vita hvar Víðidalur er að við horfum hér eiginlega bara upp á þjóðveg 1. Þetta er náttúrulega fallegasti bærinn bara. En þeir sem að kunna ekki að þekka fallegasta bæinn, þeir eru bara... Við erum aftur að horfum hérna yfir bara í Víðigerði. Flestir kannast við það við þjóðveg 1. Og við erum svona nánast mitt á milli Hvammstanga og Blönduós. Já. Það er svona þegar fólk gerir niður Holtavörðu hérna og er komið á 150 til 160, þá er alltaf að tappa hans niður og taka hambröðsubeyju hérna og líta við. Já. En það er líka, þið eru með hestaleigu, það er nú ekki síður aðlaðandi. Nei, og svo náttúrulega útreiðarleiðarnar er alveg frábærar. Þetta og eftir bara eftir að stækka og vera betra, það er bara nú mótt og hjá mér og okkur að það sem maður gerir að gera það vel, þannig að sleppa því bara, það er bara svoleiðis. Finnst þú það sorglegt hvað bændur þurfa að vera mikið að heiman yfirleitt til að vinna og þá upp að kannski var hestaleigan byrja hana þegar við fórum að hugsa út í hvað við höfum hér til að vinna með heima hjá okkur. Og svo kom þessi hugmynd sem að finnst bara frábær og fólk er ánægt sem hefur komið og ég held að þetta er bara eftir að aukast og vera betra. Allir með bros og bör í burtu. Ekki síður börnin, trú ég. Já, þeir vilja ekkert fara.
Sjávarborg veitingahús staðsett við höfnina á Hvammstanga. Þar tilvalið að enda góðan dag en staðurinn býður upp á fjölbreyttan matseðil allan ársins hring. Húsið var upphaflega byggt sem sláturhús en sá hluti þess sem nú hýsir veitingastaðinn var lengst af nýttur sem fristir fyrir kaupfélag Vestur Húnvetninga. Fyrir byggingu sláturhúsins stóð þar húsið Sjávarborg en af því nafn veitingastaðarins dregið. Það svona skemmtilega við þetta húsnæði, þetta sem sagt svona byggt svolítið úr gömlu og vísan til þess sem að og hér sem sagt íslensk hönnun og húnversk hönnun í heiðri svolítið, bæði það sem að í húsgögnum og skrautmunum. Borðin eru hönnuð og smíðuð á Hvammstanga. Fæturnir smíðaði hér í vélsmiðjunni og tveir smiðir sem voru verktakara í þessu að þeir smíðuðu borðin. En stólarnir? Stólarnir eru svo kallaði skötustólar, gömul íslensk hönnun sem hefur verið að reiða sér aftur til rúms. Ljósin vekja athygli mína, hvað þetta? Já, ljósin eru hönnuð líka hér á staðnum og eru svona baugur úr kræklingaeldi. Var einhvern tímann kræklingaeldi hérna? Já, í smáum stíl hér, já. Þið hafið prófað margt? Já, Húnvetningar hafa prófað margt. Við bjóðum kanínu á matselinum og þar náttúrulega hlutur sem að við höfum svolítið sérstöð í. Hér eina kanínubú landsins og hér eina sláturhús landsins sem hefur leyfi til að slátra kanínum og þar alveg finnst okkur náttúrulega vel til hæfi að eini veitingastaðurinn á Hvammstanga bjóði líka upp á kanínu. Það jafnvel í þessu veðri eins og nú alveg magnað að horfa hérna út gluggann. Og hvað þá þegar það gott veður en brimið hérna bara allt kring. Af hverju þessi staðsetning? Staðsetningin náttúrulega bara hér við höfnina og náttúrulega við horfum bara hérna út á miðfjörðinn og Hegstaðanesi beint á móti og ef við horfum í norður þá sjáum við Strandafjöllin. Og síðan náttúrulega bara heilmikið fuglalíf, þannig reyndar brim núna heilmikið, þannig að það minna fuglalíf en venjulega. En hér sem sagt talsverta fugli, æðarfugli og má og tjaldur og skarfur og fleira sem að gestir geta yfirleitt hort á beint hérna út á gluggann. Og gaman að því að segja frá því að tveir fullorðnir menn hér á Hvammstanga, þeir koma stundum og gefa æðarfuglinum og það ákveðið sjónarspil. Sjá þegar að það gerist. Og náttúrulega öll þessi hlið bara snýr út af sjónum. Já. En þetta náttúrulega var búið til í þessari hönnun. Þetta var náttúrulega bara lokaðu veggur og síðan náttúrulega í sumar verða hér útiborð. Þannig að þá getur bara hort beint onni í fjöruna, vonandi í skjóli. Selasetur Íslands hér á neðri hæðinni og við erum bara hér í nábýli við það og vonandi njóta báðir aðilar góðs af því. Og síðan hérna í höfninni fyrir sunnan líka sem sagt selasigling og selasiglingabáturinn og það sem heitir Brimill og þeir fara yfir sumartíman með gesti og þannig að ég vona að þetta allt saman bæti kóðana upp. Hefðu trúað því fyrir 10-15 árum að það væri selurinn sem gerði Hvammstanga frægan? Já, það alltaf spurningar. Ég held að þetta sé svona við notum það orð konsept sem að gengur upp. Hér náttúrulega góð selalátur og aðgengi tiltölulega gott, auðvitað mættu staðirnir vera fleiri þar sem að væri hægt að komast í návi við selin og ég hef trú á því að þetta muni ekkert annað en bara vaksa á næstu árum. Þið eru smá í skjóli en samt ekki nema 5-6 mínútur frá þjóðvegi 1. Já, sem verulega bara kostur og þetta tekur ekki nema einhverja 5 mínútur. 5 mínúna krókur af þjóðveginum og kannski vita of fáir af þessum skemmtilega stað og ég vil meina það að Hvammstangi ákaflega fallegt þorp, snyrtilegt þorp sem að flestir ættu að heimsækja. Nú ættu þið að vera komin með hina fínustu uppskrift að góðum degi í Húnaþingi vestra, þó þetta sé einungis brot af því mikla úrvali sem í boði á svæðinu. Nánari upplýsingar viðburði, afþreyingu og fleira má finna á heimasíðunni visithúnaþing.is. Í næstu viku munum við gefa ykkur uppskrift að góðum degi í Dalvíkurbyggð. Þangað til næst, verið sæl.